ætlar að syngja fyrir okkur í dag. Það bjóðu ykkur velkomin í Guðsþjónustuna. Gjörðu þið svo vel og fáðu ykkur sæti. Hjartanlega velkomin til ykkar allra sem hér eru og líka þeirra sem mögulega eru að fylgjast með okkur í útsendingunni. Hjartanlega velkomin. Nú erum við að fá eitthvað feedback. En ég ætla að bjóða honum Ivo að koma og hafa upphafsbæn með okkur. Let us pray. Skulum biðja. Dear Father in heaven, Himneski Faðir, we thank you for this Sabbath morning, þökkum við fyrir þennan hvíldardagsmorgun. and I thank you for everyone who has come today, Þökkum við fyrir alla sem hér eru í dag. and we ask you to be among us. Og við byggjum þess að þú sért hérna mitt á meðal okkar. And so that we may see you Þannig við mættum sjá þig and we may hear your word og heyra orð þitt. and we may be ready to follow it. Og til að vera reiðubúin að fylgja þínu orði. I pray that in Jesus' name. Við byggjum þess í Jesú nafni. Amen. Amen. Þá ætlum við að syngja sálminn númer 401. Jesú Kristi hægt að fylgja. It's so sweet to trust in Jesus. Sálminn númer 401. Amen.
ætlar að bjarga þessu fyrir okkur. Þá er komið að tilkynningum. Við erum með tilkynningar og ætla að setja þannig upp á skjáin. Auðvitað þessa venjulegu tilkynningar sem við erum með, að hér er búð hjá okkur á þriðjudögum og fimmtudögum og það er súpustofa á þriðjudögum klukkan 6 til 8. En svo erum við líka með bænaviku. Það er sérstök vika hjá okkur alltaf í hausti. Yfir og það eru þeir þannig að hver og einn tekur þetta með sér heim og getur lesið, en við ætlum að lesa saman á ef hann texti myndi nú setja hérna á skjáin fyrir okkur það sem við ætlum að gera á mánudagskvöld. Þarna er það já, mánudagskvöld klukkan 7 og svo á núna á þriðjudagshádeginu klukkan 12 þar sem við venjulega verðum með okkar bænastund að þá ætlum við að lesa lesturinn og svo á fimmtudagskvöldinni klukkan 7 aftur. Svo að það verður gaman að sjá sem flesta að koma og lesa lestra saman á bænaviku lesturinn. I'm advertising the week of prayer. I was going to have readings on these days, Monday at 7, Tuesday at 12, and on Thursday at 7 here in the church. That's the week of prayer. Svo tökum við upp gjafir eins og venjulega og þá er hér hægt að koma þeim til kirkjuna hér í posanum hérna út í andirinu eða á annan hátt eða jafnvel í gegnum netið bara eins og kemur fram hér hjá okkur. Þetta er svona sú aðferð sem við notum, en við skulum þakka Drottni fyrir þær gjafir sem hann blessar okkur með. Við skulum biðja saman. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir alla þína góðu gjafir. Þakka þér fyrir að þú gefur okkur ríkulega á svo margvíslega vegu. Drottinn, þú gefur okkur tækifæri til þess að búa í næði og á góðum stöðum. Drottinn, við bara þökkum þér og lofum þig og það sem við ætlum að leggja fram. Drottinn, við biðjum þig að blessa þær gjafir og margfalda þær, að þær verði til blessunar í starfi þínu. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Þá er það næsta sem við gerum að syngja sálmur 227, Allfrjáls í örmum Jesú, eða Safe in the Arms of Jesus, hymn number 227. Amen.
Meðan því að við ætlum að lesa ritningaverslið og það tekið á Mattheusar guðspjalli, 5. kafla og versin 13-16. We're reading the scripture reading, and we will stand while we read. Is found in Matthew 5:13-16, and we see it in English on the screen. Það stendur: Þér eru salt jarðar, ef saltið dofnar, með hverju á þá að selta það? Það þá til einskis nýtt, menn fleygja því og troða undir fótum. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist, en ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku, og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið þar meðal mannanna, að þeir sjái góð verk yðar og vegsami föður yðar sem á himnum. Við skulum biðja. Himneski Faðir, við komum fram fyrir auglið þitt enn á ný til þess að lofa þig fyrir orð þitt sem við fáum. Drottin, við þökkum þér fyrir þetta orð sem talar til okkar á svo sérstakan hátt. Drottin, við lofum þig og þökkum fyrir að þú leiðir okkur og stýrir okkur og hjálpar okkur og svo margvíslega vegu. Drottin, við bara hrópum til þín í dag sérstaklega blessun bara yfir þessari kirkju, yfir söfnuðinu hér, hverjum einstaklingi sem hér kemur og þeir sem hlýða á víða í heiminum. Við lofum þig fyrir það, Drottin, að þú hjálpar og líknar. Við þurfum á aðstoð þinn að halda, við þurfum á leiðsögn þinn að halda og við þurfum á því að halda, Drottin, að þú hjálpir og huggir og verndir. Við erum með sérstaklega í huga ungt fólk sem hefur orðið fyrir hræðilegri sorg bara hér fyrir austan fjall. Við getum ekki annað en hrópa til þín að þú komir og lítir í náð til ungmenna sem eiga í erfiðleikum. Og víða fólk sem þarf sérstaklega á þínum hjálp að halda, sem við kannski þekkjum ekki en þú þekkir. Og við leggjum það fullkomlega í þína hönd, Drottin, að þú komir að og styrkir og hjálpir og líknir og læknir og gefur von og framtíðarsýn. Við erum að hugsa til heimsmálana, Drottin. Hvað að gerast í heimsmálunum? Hvað með Suður Súdan eða Gaza eða Úkraínu eða á ýmsum stöðum í heiminum þar sem eru hræðilegir hlutir að gerast. Við hrópum til þín að þessu fara að linna, að það finnist lausn á málum og umfram allt hinn endanlega lausn sú að þú komir til þess að binda endi á sögu þessa synda heims. Auðvitað margt gott í heiminum, við sjáum það líka. Það eru góðir hlutir að gerast en það eru líka hræðilegir hlutir að gerast. Og Drottin, það komin tími til þess að þessu linni, að þú komir, Drottin, í skýjum heimins og að þú gefur okkur nýja byrjun og nýtt ríki, dýrðaríki sem þú ætlar að stofna. Vilt þú koma, Drottin, að þú komir sem fyrst til þess að hjálpa okkur og leiða okkur inn í þitt dýrðaríki. Þess biðjum við í Jesú blessaða nafni. Amen. Fjörður skulle fá okkur sæti. Please be seated. Það verður einsöngur hér á eftir. Það ekki rétt? Ætlar þú ekki að syngja fyrir okkur? Ekki. Allavega ætlum við að syngja sálm núna. Sálmin númer 362, Dýrmæta vissa, og svo sjáum við til hvað gerist þar á eftir.
Hymn number 362, Blessed Assurance. Fá einsöng. Gjörðu svo vel.
much more than anything. You are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Ég var svo einfaldur að halda að það verði einsöngur og svo bara sjörættir. Hjartans þakkir. I say it was so simple to think that we would have a solo and then we have 7 voices. Wonderful. Thank you so much for a wonderful song. We can now. Just before we continue, just to say as well that in 2 weeks' time, we will have the Lord's Supper together. Og áður en við höldum áðan þá ætla ég að nefna það hér að eftir 2 vikur þá munum við hafa kvöldmáltíð saman. So in 2 weeks' time. Have you ever been stalked? Hafið þið einhvern tímann orðið fyrir einelti? You know, stalking somebody following you, you know, it's just Orðið fyrir einelti, stalking, já, einmitt. or you know, it is something that when you think about it too much, you may feel that maybe somebody is doing that. Og þegar þú bara svona íhuga þetta of mikið, þá getur bara allt í einu ímyndað þér að einhver sé að eltast við þig. And have you ever stalked someone else? Eða hafið þið einhvern tímann lagt einhvern annan í einelti? And you know, a high school crush or somebody? Einhver bara í skólanum að þú fékk svo mikinn áhuga á einni persónu. I remember when I was at school, I was definitely stalking some girls. Ég man að þegar ég var í skóla þá var ég ofta að leggja krakka stelpur í einelti. Can there be such a thing as stalking Jesus? Hægt að ímynda sér að við leggjum Jesú í einelti? A man named Bob Goff, Og það var maður að þessu nafni sem hann nefnir in his book titled Love Does, og það í bók sem heitir Love Does. he said that I used to think I could learn about Jesus by studying him. Ég hélt einu sinni að ég gæti lært Jesú bara með því að lesa hann. But now I know Jesus doesn't want stalkers. En nú veit ég að Jesús vill ekki að einhverju leggja hann í einelti. So what he means is like just stalking, like just watching Jesus. Og það sem hann á við þetta bara að horfa á og horfa, fylgjast með Jesú. And he brings this example that if there is a single person Og hann tekur þetta dæmi ef það einhvern einstaklingur and you know, they like someone og þeim finnst þykir vænt einhvern and they start studying them, og þeir byrja að skoða þá og rannsaka þá. so that there comes a point where they,
you need to go out with them. að þá kemur að því að þú verður bara að fara og vera í sambandi við þessan You know, einstakling to walk by the ocean og þessi labba með frá ströndin til dæmis or to eat an ice cream together eða borða ís saman or you know, to go fishing eða fara í veiðitúr or to go to merry-go-round. eða fara í eitthvað skemmtigarð. And Bobkov shared that they started calling their weekly Bible study Bible doing. Og Bokkoff hann segir að þeir byrjuðu að eiga einhverja aðgerðir saman. Because it is possible to study and study about Jesus but never do it. Því að það möguleiki að þú endur bara með því að endalaust að lesa og læra Jesú án þess að framkvæma. Because Jesus never asked anybody, do you agree with me? Og Jesús hefur aldrei neitt sagt við mann, ertu sammála mér? And but we see Jesus asking people to go with him En þeir sjáum að Jesús biður fólk að ganga með sér and do like he did. og framkvæma og vinna verk eins og hann gerði. So today there is another day when we gather and we can call it Jesus doing. Og þetta annar dagur sem við komum og erum saman og þá getum við sagt að þetta Jesú aðgerðadagur Or Bible doing. eða Biblíu aðgerðadagur. So we can remind each other, what did Jesus say? Og við getum minnt okkur á hvað það Jesús, What did he say? hvað var það sem Jesús sagði. And then go out and do it. Og svo að fara og gera það. So the verses that we read today, they were from Matthew chapter 5. Og við vorum að lesa vers hérna á Matthíusi 5. kapla And in the beginning of this chapter, og í byrjun þessa kapla it says that when Jesus saw the crowds, he went up to the mountain. það stendur að þegar Jesús sá allan mannfjöldan þá fór hann upp í fjallslíðina And everybody sat around him, og fólki settist í kringum hann and he opened his mouth and began to teach them. og hann opnaði munnin og byrjaði að kenna þeim And then he said, among other things, og segir þeim meðal annars he said, you are the salt of the earth. og þið eru salt jarðarinnar. No, but when he said, but the salt can become tasteless. En svo getur það verið, segir hann, að saltið það missi kraftin And there is nothing to do with it anymore. og það verður bragðlaust, það ekkert við því að gera. Although here in the north we throw away a lot of salt every winter. En við hérna í norðrinu, við flegjum fullt að heilmiklu salti hérna á veturna. I haven't tasted it, but I guess it's salty. Ég hef ekki borðað því að smakka það, en ég ímynda með þetta sem salt, mjög salt. And then he said that you are the light of the world. Og svo segir hann líka, þið eru ljós heimsins. And, and it should be shining out, he Og said, þetta ljós ætti að skína, that people may see your good works að fólk megi sjá góðgerðir, góðverk ykkar and glorify the Father who is in heaven. og lofa drottin sem á himnum. So Jesus didn't say that, become like salt. Og svo að Jesús segir ekki, verðið þið eins og salt. He said, you are the salt. Hann segir, þið eruð salt. He didn't say, become light. Hann segir ekki, verðið þið eins og. He said, you are the light. Þið eruð ljós. The only thing is that the salt can become tasteless Málið að salti getur orðið bragðlaust and the light can be hidden. og ljós þetta að fela það. So God is working in our lives. Guð að störfum að verki í líf okkar. We are studying Jesus. Við erum að læra Jesú The Holy Spirit is changing our hearts. og heilagur andi að umbreyta líf okkar, hjörtum okkar. So we are the salt. Svo við erum saltið, So we are the light. svo við erum ljósið. So it was years ago. Og það fyrir árum, We celebrated the 100th anniversary of our church in that town. og við heldum upp á 100 ára ammæli safnaðarins kirkjunar í þessari borg. It was in a town called Haapsalu. Og borgin var Haapsalu. So if you go to Estonia, go to Haapsalu. Og svo að þið farið til Estlands, þá farið þið og heimsækið þessa borg. Beautiful Haapsalu. town by the sea. Falleg borg þarna við sjóin.
So when we retire, we go there. Svo þegar við eldumst og förum á eftirlaun, þá farum við þangað. If the Lord wills and we live. Og ef að Guð vill og gefur okkur líf. So I studied the old documents of that church. Svo ég skoðaði gömlu ritin eða heimildirnar þennan söfnuð. I found something very, very interesting. Og ég uppgötvaði mjög merkilega hluti. So it was the document was from January 17, 1921. Frá 1921 sá ég í 17. janúar, þá fann ég eftirfarandi. It was the first registered constitution of that church. Og það var fyrsta samningur þessa kirkju. And paragraph number 3 said. Og í lögum kirkjuna þá stendur í þriðju málsgrein. The purpose of the congregation Það stendur tilgangur þessara safnaðar shall be to lay out the holy gospel of Jesus Christ að útskýra heila fagnaðarerindi Jesú Krists within its area in the following manner. og í þessu landsvæði á eftirfarandi hátt. So what do you think, what kind of manner was number first? Og hver voru aðferðirnar til að byrja með? I've never seen it before. Ég aldrei séð þetta áður. It was A, through the exemplary spiritual life of its members. Og til þess að sýna og til þess að bera fram lífverði safnaðarmeðlema. And then B and D, they were the other things, reading and literature. Og ég var að predika og síðan kannski bókmenntir sem þetta dreifa. Basically, they said in their constitution Og bara þið segja hérna í lögum þessari kirkju þessara safnaðar the main light shining from the church að ljósið sem skín frá kirkjunni was the deeds of its members. var aðgerðir að framkvæmda starf þessara safnaðar. Paul said to the believers in Corinth, Og Páll segir við trúið í Korinthíu in the second letter to Corinthians, og það annar í Korinthíu 3. kapli og 3. vers. you are a letter of Christ. Þið bréf Krists. And Ellen White puts it like this in her book, Steps to Christ. Og Ellen White nefnir þetta í orði She said, in every one of his children, að sérhvert barn Guðs Jesus sends a letter to the world. að í sérhverju barni þá Jesús í raun að senda bréf til heimsins. So he says, if you are Christ's follower, Ef að þið eruð fylgjendur Krists, he says, he sends in you a letter to the family. að þá sendir hann í þér bréf til fjölskyldunar The village, eða til þorpsins the street where you live. eða til götunar þar sem þú býrð. And we are the children of God. Við erum börn Guðs. So we show the goodness of the Father. Að við sýnum í lífi okkar gæsku föðurins So his mercy. og náðar hans. And Father sent Jesus to the world, Og fadurinn sendir Jesús heiminum and Jesus sent us. og Jesús sendir okkur. So what are the main deeds we can do in this world? Og hver sérstöku verk sem við getum unnið í heiminum? In the other place, Paul tells to the believers in Colossae, Og á öðrum stað þá segir Páll við Kólósumenn, he says, whatever you do, sama hvað þið gerið, hvaðina sem þið gerið, it is 3:23. það 3:23, But whatever you do, do your work heartily as for the Lord and not for people. það sem þið gerið þá gerið það fyrir drottin og ekki fyrir fólk. It is the Lord Christ whom you serve. It's the next verse. Og það drottin Kristur sem þið þjónið. And several years ago, we went to a family trip.
Og fyrir nokkrum árum þá fórum við í fjölskyldu kirkju and we happened to be in Paris, og við, þið fóru, where did you go? to Paris, to France. You went, þau fóru til Frakklands, til Parísar And we were looking for an affordable place to stay. og við vorum að leita að einhverjum stað sem var ekki of dýr fyrir okkur að getum búið á. So we used a place in Airbnb, Og við vorum þarna í Airbnb and heimili. using Airbnbs is always an interesting, it's a way to meet interesting people. Og það svolítið sérstætt þetta að vera í Airbnb, þú hittir einstæði sérstætt fólk. So especially if you stay in someone's home where they themselves live as well. Og sérstaklega að þú býrð á heimilegsta þar sem fólki býr sjálft. And we rented the room for one night Og við vorum við leigðum herbeggi bara fyrir eina nótt in a village called Sevran. og það var í þorpi sem heitir Sevran. And it used to be a village, but now it's actually part of the city, really. Og það var bara lítið þorp en nú þetta orðin hluti af stærri borg. And the owner of this place was Imran. Og Imran var eigandi staðarins. And Imran lived in an apartment building. Og hann býr þarna í svona blokk, íbúðablokk. And he rented out his living room. Og hann leigði út stofuna sína. And during the day, he was a bus driver. Hann var keyrði rútu eða strætó. And during the night, he was a taxi driver. Og á kvöldinu til þá var hann leigubílstjóri. And he rented out his room. Og hann leigði út herbergið sitt. And his goal was to work his way up. Og markmið hans var að vinna sig svolítið upp. And but it was very nice in his apartment. Og þetta leit mjög vel út í íbúðin hans. In this simple room, there was everything you could imagine. Og í þessu einfalda rúmi eða herbergi það var allt sem þú ímyndaðir. There was water and tea and coffee and Vatn og te og kaffi. a bathrobe. Og þarna var svona hvað heitir það? Bathrobe, já. Robe, yeah. Bara sloppur, já. The slippers Og inniskór. and everything else that you needed. Og allt sem því getur svona ímyndaður og þurfir á að halda. So it was very clean as well. Og þetta mjög alveg tandurhreint. In the night, he went to ride his taxi. Og svo að kvöldinu til nóttinu þá fór hann að keyra á leigubílnum sínum. And his brother was in there this evening. Og bróðir hans var þarna með honum. So his brother also had an apartment that he was renting out. Bróðir hans átti líka íbúð sem hann var að leigja út. And we had a chat with his brother, whose name I don't remember. Og við vorum að spjalla líka við bróðir hans. And he said to me, Og hann segir við mig, we give our best. við gefum allt það besta sem við eigum. That because the people who stay with us Því að það fólk sem býr með okkur eða hjá okkur are on a trip or on vacation. í fríi. And, it depends on us Og whether það, their vacation turns out well. og það er mikilvægt að bara tekst fríið og gengur það vel, það skiptir máli og það eru við sem komum því til leiðar. And I listened to him and I thought, wow. Og ég hlusta á hann og segi, wow, frábært. What a way of doing his job. Og hvílíkur aðferða og að sinna sínu starfi á þann hátt. They were not earning just their money. Þeir voru ekki bara að þjána peninga. They were really blessing people. Þeir voru líka að blessa fólki í kringum sig. Dave and John Ferguson, they have written a book. David John Ferguson, hann hefur skrifað bók. And its title is Bless. Og yfirskriftina, titillin blessaður. It says 5 everyday ways to love your neighbor and change the world. Það eru 5 leiðir til þess að umbreyta nágrannanum og til þess að blessa heiminn. So let's remember these 5 letters. Bless. B-L-E-S-S. Og munu þessa 5 stafi, bless. Yes, it doesn't work in Icelandic, but it's from English, acronym in English. Og það svona verið að setja saman þessi orð, þessi bókstafi og byrja söguna í kringum þá. So the first one is begin with prayer. Og fyrst byrjiði með bæn. So it says that
they said that Jesus began his ministry with prayer. Og það stendur í Jesús, hann byrjaði þjónustu sína á bænahaldi. You know, ask God, who do you want me to bless today? Og spurðu Guð, hvern viltu að ég blessi með nærveru minni í dag? So Lord, who do you want me to bless today? Og svo drottin, hvern viltu að ég blessi í dag? So the second letter was L. Og næsta bókstafur L. What do you think is L? Hvað ætli L-ið standi fyrir? Listen. Hlusta. So listening is an active part Og of það loving. að hlusta svona virkur þáttur. So most people don't need our advice. Og flestir þurfa ekkit á leiðbeiningu eða einhverju hjálp okkar að halda. But they need our attention. Heldur þurfa það á athygli okkar. And Jesus asked people, Og Jesús hann spyr fólk, he said, what do you want me to do for you? hvað viltu að ég geri fyrir þig? So we ask, what do you want me to do for you? Þú spyrð, hvað viltu að ég geri fyrir þig? So the next one is E. Og næsta What could be the first E? Hvað getur verið þetta fyrsta Or E? It's eat. Að borða. Yeah. Jesus often blessed people around the meals. Og Jesús hann blessaði og lét gott af sér leiða við í kringum borðhald. So E stands for actually spending time with people. Og svo stendur fyrir það að eiga samfélag með fólki. And one of the good ways is to actually invite people for a meal Og ein góð leið bara að bjóða fólki til að koma og borða með okkur. or a cup of tea. Eða eiga tebolla með okkur. So B, L, E, then comes first S. What is B, S? L og S. Hvað ætli S-ið sé? That stands for serve. Það að þjóna. So Jesus washed his disciples' feet. Og svo að Jesús hann þvoði fætur lærisveina sinna. So every serving is being close. Og í öll þjónusta eitthvað í nágranni við, nánd við eitthvað. And I experienced it myself this week. Og ég upplifði þetta sjálfur núna bara undan gengna viku. And I heard stories from others, Og ég hef heyrt sögur frá öðrum. how they really felt close with their neighbors. Hvernig voru í nánu samfélagi við nágranna sína. Because they needed help with shoveling the snow. Því að þið þurftu að hjálp til þess að moka snjó. And neighbors offered me help, Og nágranna hjálpuðu mér við and I snjó. felt really close to my neighbors. Og mér fannst ég ná bara nánu sambandi við nágranna minn. So there was a woman who clipped her neighbor's toenails weekly. Og svo það var nágranni einstaklingur sem klippti táneglur nágranna síns vikulega. Because the neighbor couldn't reach her toenails herself. Af því að nágrannin gat bara ekki náð niður í tánum á sjálfum sér. So the question is, who needs our help this week? Og spurningin hver þarf á hjálp okkar að halda þessa vikuna? So the other S, so it's B-L-E-S-S. Það B-L-E-S og það hitt S-ið, 2 S. So it's story. Og það saga. So Jesus shared his story. Svo að Jesús deildi með okkur sögu sinni. And when Jesus healed a blind man, Og þegar Jesús læknaði blindamannin. the man went and shared his story to others. Og þá var það að þessi blindi maður sem fekk sjónina, hann fór og deildi sögu sinni með öðrum. So his story was very simple. Sagan hans var mjög einföld. He said, I was blind, but Og now I see. Sagan mjög einföld. Ég var blindur, en nú sé ég. So that's enough. Og það nóg. You know, light shines through when people know what Jesus is doing in our lives. Og ljósið það skín til okkar þegar við segjum frá því hvað Guð að gera í líf okkar. So there is no need for perfect words, Svo það ekki þörf fyrir einhver mikla mælgi, just our honest story. heldur bara heiðarleg saga. So when we are children of God, Svo þegar við erum börn Guðs, we
hold the hope of the world in our hands. að þá höfum við von heimsins bara í höndum okkar. And the children of God in this city hold the hope of the city in their hands. Og börn Guðs í þessari borg halda bara voni og framtíð borgarinn í höndum sér. So our good deeds can have more power than have the leaders of the country. Og svo að góðar gjörðir, góð verk okkar geta haft meiri áhrif heldur en bara stjórnendur borgarinnar. So we are not Jesus stalkers. Svo við erum ekki bara þeir sem eru svona að leggja Jesú í einelti. We are Jesus doers. Heldur erum við þeir sem vilja framkvæma verk We Jesú. are the salt of the earth. Við erum salt jarðarinnar. We are the light of the world. Við erum ljós heimsins. And this is our identity. Og þetta bara það sem við erum. This is our calling. Og þetta svo köllun sem við erum köllum með. This is our mission. Þetta verkefnið okkar. So you are the light. Svo þið eruð ljós. Not someday, Ekki bara stundum, not maybe, ekki kannski, you are it now. þú er bara hér og nú. And Jesus said that lift your light up Og Jesús segir, lyftiði ljós ykkar upp and let your good deeds come through. og látiði góð verk ykkar skína fram og þeir sjáist. Let your light shine Og látiði ljós ykkar skína and let people see. og látiði fólk sjá það. So go and bless. Gangið burt og blessið. Before pray, then listen. For pray. Before pray, then listen. Fyrst fyrir að biðja og svo að hlusta. Then what? Og hvað var nú? Eat, serve, story. Borða, þjóna og svo saga og segja sögu. So may God bless you so that you can be a blessing. Megi Guð blessa ykkur þannig að þið getur orðið að blessum. Amen. Amen. Takk innilega Ivo fyrir frábæra ræðu og góðan boðskap. Og hver betri sálma að syngja heldur en einmitt númer 419. Heyr nú kallar Herran Jesús. Wonderful hymn that we're going to sing, number 419. Hark the voice of Jesus calling. Amen.
þakka fyrir komuna að hafa verið hér hjá okkur í dag. Guð blessi ykkur í komandi viku. Hjartans þakki fyrir undirleikinn, Angelica, og fyrir fallegan söng í kirkjunni. Þakka fyrir að stýra í skjánum hjá okkur Dexter, og hjartans þakkir fyrir að hafa verið hér með okkur í dag öll. Og það bara minna á það að við ætlum að lesa saman hérna klukkan 7 á mánudagskvöld. Það er gaman að sjá sem flesta. Og svo erum við með bænastund hér á þriðjudögum klukkan 12 og aftur þá fimmtudaginn klukkan 7. Bara minna á lesturinn Von aldanna er yfirskrift lestrana. Nú ætlar Ívo að koma hér og hafa blessunarorðin fyrir okkur. Dear Lord, we want to commit ourselves to you when we go out today, when we go to our lives, so that we want to let our light shine, the light that you have given to us. Drottinn, við viljum fá að ganga héðan í dag og láta ljós skína, þitt ljós skína heiminum. And we ask you to bless us. Drottinn, við byggjum þig að blessa. Við segjum, Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplýfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Gjörðu svo vel að fá okkur sæti. Við ætlum að fara hérna eins og venjulega inn í hliðarsalinn og eiga stund saman, sem er mikilvæg stund að tala saman.